Bændur eru allskonar. Bændur eru allskonar og koma víða við. Á bænum Tannstaðabakka í Hrútafirði býr kjúklingabóndinn Skúli Einarsson ásamt konu sinni Ólöfu Ólafsdóttur. Þau hjónin framleiða 300 tonn af kjúklingakjöti á ári, en það sem færri vita Skúla að hann hefur leikið á trommur í á annað 100 félagsheimilum allt land. Með hljómsveitum á borð við Lexíu, hljómsveit Gissurar Geirssonar frá Selfossi og hljómsveit Stefáns P. Ólöf konan hans segir að þegar hún hafi kynnst honum hafi hann spilað í hverju einasta krummaskuði á landinu. Í dag hann með trommusettið í gamla fjósinu og spilar fyrir sjálfan sig eftir langa vinnudaga og lærir líka söng í tónlistarskólanum á Hvammstanga. Skúli tók sér pásu frá búskapnum í örlitla stund og leyfði okkur að heyra smá trommusóló. Hvað störfum sinnur í sveitinni? Ég hjálpa stundum til að gefa kindunum og stundum hjálpa ég til við að gefa kúnum. Það er alltaf að gefa dýrunum á morgnana og á hádegin og kvöldin. Hvað gerist ef bóndinn gleymir að gefa dýrunum að borða? Ég held að þau verða þá bara mjög svæng. En einn kindin okkar, og hún er kviðrifin. Er hún kviðrifin? Já. Hvað þýðir það? Þannig hún er orðin of feit. Hvað ertu að segja? Já. Örugglega því hún borðaði meira en hinar kindurnar þegar þeim var úti. En hún mátti ekki fóta tún. Hún vildi vera ennþá í réttinu og borða út í jötunni. Já. En er engar hættur í sveitinni? Ein hætta, hins vegar, að hundarnir geta bitið. Einu sinni ætlaði sporið að glefsa í mig. En mér tókst allavega að bjarga mér frá honum, þannig að hann hafði getað glefsað í hendina á mér. Ég er ekki tættu hérna. Finnst þér gott að liggja hérna í mosanum? Já, mjög gott og mjög gott. Ég stundum liggi undir grasinu og sofna. Ég er allavega einu að sofna. Er gott að sofna í mosanum? Já, hann er svo mjúkur. Heldur þú getur sofnað núna? Við myndum bara leggjast núna og reyna að sofna. Nei. Hvað, ætlar þú að sofna? Ég ætla bara að reyna að sofna. Ég hef alltaf sér lunda. Einu sinni fór ég í hvalsferð. Já, segðu mér frá því. Ég man eftir einu sem gerðist þegar ég er krakki, það er örugglega sko árið 46. Þá er ég sem sé 9 ára haustið. Það var búinn að vera láka. Á því að lækurinn að milli bæjar eða öskantur á bænum. Og var búinn að vera vatnavextir í honum og það er brú þarna á milli sem sé bæjarins og Fjárhúsanna. Þetta var sennilega verið bara alltaf stór hella yfir lækinn. Og ég er þarna út á hlaðinu og ásamt tveimur minni systkinum sko. Hann Steini hefur verið, var 30 ára í desember. Og já, ég er þarna á hlaðinu og sé ég allt í einu að Steini stendur á hellinni yfir lækinn og horfir hon í strauminn. Það var eina gat á lækna var þarna við brúna. Það sem lækurinn kemur undan brúnni. Og svo bara steypist hann hausinn. Án ég get gert nokkuð þá steypist hann bara hausinn hon í lækinn. Og ég er eitthvað 30 metrum frá tröppunum upp á húsinu og ég hleypi upp á tröppunum og kalla bara inn Steini þetta í lækinn. Og þá koma þau alveg ótrúlega fljótt og miklu hraðaforeldrar mínir og henda þarna niður á lækinn eitthvað svona 30-50 metra fyrir neðan brúna. Mölva niður ísinn, stökkva bara út á ísinn og mölva niður bara með fótunum.
og það er lækurinn eitthvað svona það bílinn hné og þegar þeir eru rétt búin að gera svona með alveg svona yfir lækinn þá kom bara drengur í fljótandi undan skörinni og bara gripinn þar og eftir þá fór ég svona upp á brúna til að sjá hvernig þetta hefði verið og þá man ég alveg eftir því það var svona gult leir, það var svona leir á ísnum þannig niður í þar sem leikurinn hefði verið búin að vera ofan á og var þá búin að minnka þetta mikið á allir komin undir og svo fór ég skömmu seinna inn og þá var bara með Steina í fanginu og ekkert að honum. Hún sagði vísu sko, hann var rangaugur alltaf tíð og hún sagði það, hann var þeir rangaugur. Þá því að lendi í þessu og meira var ekki þetta að tala. Einhvern tímann þegar kúla sem var líka kindin mín og ég ætlaði að halda á svarta hrútinum hennar og stangaði mig beint í hausinn. Í alvörunni var það ekki vont? Jú. Og hvað, varstu ekki hræddur við hana síðan næstu daga? Nei. Þá var ég löngu búin að gleyma þessu. Ertu aldrei hræddur í sveitinni? Nei, ekki mikið. Það eina sem ég hræddur við er geitungar. Því að einhvern tímann fekk ég 2 geitungabit. 2 geitungar stungum bara sting. Einhvern tímann ætlaði hún með býflugnabúsandi í sveitinni þegar ég var fullorðin. Mig langar til að segja ykkur frá einni skemmtilegri búmannsraun. Það eru margar sem bændur rata í og ég er í félagi ræktenda hér á Íslandi og við þurfum að flytja inn býflugurnar alltaf. Og það kom nú í minn hlut að sækja þér til Noregs fyrir nokkrum árum og þá lentum maður í ýmsum raunum. Þessar raunir byrjuðu nú ekki ægilega vel en samt náði ég að tosa því borð í bílinn minn í Bergen öllu því sem ég átti að koma með. Þetta voru 48 bú og þau voru með dálítið stór sum af þeim og þessu tróði ég inn í bílinn og leist nú ekki mikið á blikuna og hringdi í formanninn Egil og sagði Egil þetta er bara tóm vitleysa. Þær koma til með að drepast hérna af hita. Svona lítil dýr gefa frá sér mikinn hita. Og það Egil sagði bara, gerðu bara eins og ég segi, ég er að ferðinni og þú kemur bara með allt það sem getur. Og ég gerði það og ég var nú með gamlan veikan mann með mér en hann hafði bláa blýant og átti að skrifa niður og telja býflugurnar sem færu borð í bílinn hjá mér. Jæja, svo gerðist mér ýmislegt margt skemmtilegt en ég reyndi að vera síðasti bíl borð í Norrænu og með klækjum gat ég það. Ég var mjög óhress með þetta að vera með svona mikið af bílflugum. Jæja, svo förum við borð og látum fara vel okkur og borðum þarna og ég gæti nú ekki fara að sofa, fór svo að spila vist við eitthvað gammalt fólk sem var hérna í salnum og upp úr 12 þá heyrist í gjallarhornanum af skipinu Hafberg Túrisson, venlegst kontaktinformasjón. Jæja, eitthvað hefur skeðu, sagði ég. Jæja, og ég fer í þessa informasjón og þá kemur stýrimaðurinn til mín og þriði stýrimaður og segir svo við mig kaptænin vil snakka með þig. Jæja, blessaði kallinn. Þú sagði ég, eitthvað er nú að. Jæja, svo fórum við upp í brú og þar hitti ég fyrir Sverrir sem var skipstjóri og svo kom þar fyrsti stýrimaður sem heitir Ingimar og er Íslendingur. Hann bað mig bara að tala á norsku. Já, við gerðum það. Og hann sýndi mér skipstjórinn á mónitor sem er bara skjár og spyr mig að því, er þetta bíllinn þinn? Já, ég var stoltur á honum, búinn að eiga hann í viku. Já, og hvað er þessa prikkar? Ég leita á skjáinn, jú, þetta það má vera bíjar, sagði ég. Já, svo beindi hann skjánum á annan bíl og menn þessa prikkar, sagði hann. Já, þetta hljóta að vera býflugur líka, sagði ég. Og þá hefur sennilega andlitið á mér skipt lit,
Svo hann kom með stól handa mér og gaf mér vatn að drekka. Þá sagði hann náttúrulega satt. Það má ekki flytja húsdýr með farþegaskipi. Nú, jæja. Ég hélt að enginn myndi vita þetta, en þær eru að fara út blessaðar. Og svo sagði náttúrulega kapteinninn, já, og hvað get ég gert? Já, það er nú bara einfalt. Þetta eru dýr sem þola ekki mikinn kulda og ef þú opnar lúurnar, reykræstuna lúur á skipinu, þá getur þú kælt niður dekkið og hvað er hitastigið úti? Það er 11 gráður, sagði hann, allt í lagi. Þá kældum við allt dekkið niður í 11 gráður og svo fékk ég málingalímband og teipaði alla rifur á bílnum og lokaði glugganum því ég hafði haft góða rifu þarna til að kæla því ég var með mikið af bílflugum og þetta, ég var látin í sérstakann olíu, búning og labbaði þar eins og monster hérna niður og gat nú alveg hreint gert þetta og kom þessu öllu til skila. En svo héldum við alltaf kontaktinn, ég og kapteinni, ég fór oft upp til hans og svona spyrja hvernig þetta væri og ég fylgdist með þessu. Og svo spurði Karl Grey með því, og hvað heldur þú sett með margar býflugur? Ég veit ekki, sagði ég. Heldur þú séu 20.000? Já, eitthvað, kannski aðeins meira. Og svo, því ég vildi ekki segja honum, ég var með 1.200.000 flugur. En þetta gekk nú þannig, ég var fyrsti bíl frá borði í Þórshöfn, lét bílinn þar út á kantinn, kom svo með hann borð aftur, síðasti bíl þar, fyrsti bíl frá borði þegar ég kom til Seyðisfjarðar og svo fórum við suður með býflugurnar. En þetta voru mjög duglegar flugur, norskar flugur, dálítið árásargjarnar, en samt duglegar að búa til hunang. Hvað segja kýrnar? En hestarnir? Hvað segja lömbin? En hænurnar? En hvað segja bændur? Allt gott. Ertu orðinn þreyttur á þessum spurningum? Já. Ég líka. Ef við rölda aðeins? Ef við labba hérna upp á hana nól? Já. Ef við komum í kapp? Ok. Ég get farið upp á hennar nól. Þú ert nú fljótar en ég. Já.